Það tæpur sólarhringur í þriðja leik Keflavíkur og Snæfells og stemningin í herbúðum Keflavíkur mikil. Undirbúningur þegar hafinn og eins og við sjáum hérna, þá eru stjórnarmeðlimir á fullu að undirbúa daginn. Birgir, hvað segirðu? Það ekki? Hvernig leggst svona leikurinn á morgun í þig? Bara ágætlega bara. Þau veitir ekkert hvað það teitra? Jú. Gera sérstaklega byrjar á morgun, þá kemur hnúturinn. Já, akkurat. Ég sá að þú varst svolítið stressaður í síðasta leik upp á Stykkishólmi. Ég er búinn að stressa fyrir alla þessa leiki. Ég er bara með í magann. Neglurnar búnar. Neglurnar búnar. Hvað heldur að vera svona lykillinn að því að við tökum þetta á morgun? Stemningin. Stemningin. Ja, fullt hús. Bara fínt, það var náttúrulega farið strax í að finna bretti til að koma fólki inn í húsið. Það var plássleysi í 15 leik á móti ÍR og fólki var að fara kvartmyndur í að ég hef ekki gert neitt fyrir þetta niðri. Þannig að við þekkjum eitt góðan mann, Sverrir, Svanur Þorsteinsi, hann er að smíða sér bretti og að lána okkur brettin. Þannig að við höfum að koma fyrir hérna núna nokkur hundruð manns, standa 3 pöllum. Þannig að ég held að það var allt klárt fyrir áhorfendur á morgun. Erum við að sjá fyrir okkur hugsanlega sömu stemningu og 99 þegar við fengum hérna, hvað segir maður, félag okkar hérna hinum megin við Suðurbænum? Já. Það sem alltaf stappa hérna allar hringinn. Nei, mér finnst bara stuðningsmenn Hólmaranna svo gamlir að þeir mynda enga stemningu. Ekki nema Nína kemur á þegar við spilum hérna Nína, þá kannski drillast þeir. Þú veist hvað það segja, lengi lifir í gömlum glæðum? Já, en það er eitthvað að fara aðeins að dofna þessum. Nei, ég vona bara að það er að vísu fermingar í Hólmunum 5. á morgun. Þannig að ég veit ekki hvað kemur frá þeim, þess vegna vonum við bara að Keflvíkingar fylli húsið. Við erum ekkert að fara að gefa þeim einhverja fermingargjöf hérna á morgun og bara leggja upp með tap hérna. Við gefum bara Keflvíkingum sumargjöf. Menn eru farin að hvíla sig hérna óvinni mikið. Heyrum aðeins í honum hérna. Strákar, akkur ert þú ekki að vinna? Akkur ekki að vinna? Ég er að drekka Pepsi núna. Já. Ég er búinn að vinna. Svo eigum við bara til að vinna á morgun. Já, þú spáði því? Já, ég nenni ekkert að taka þetta í fleiri tímum. Hvernig heldur þetta að verða á morgun? Heldur að við fáum spennandi leik eða verður Keflavíkur Hallarsteinn bara eitt lið á vellinum? Nei, við munum að Snæfell mæti. En ég held að við vinnum þetta með svona 15 stigum. Við fáum hérna sumardaginn fyrsta gjörsamlega í hús. Já, það verður sumar hérna, gleðilegt sumar bara. Sendum alla í sumarfrí. Já, og Njarðvík er ennþá í þeirri sumarbúðum. Hvað segir þið? Hvernig leggst þetta svona í þig fyrir morgundaginn? Leggst bara mjög vel. Þú átt ekki von á því að við fáum hérna alveg snara vitlausa Stykkishólmsmenn? Nei, ég held ekki. Það er fermingarveislur hérna og það koma fáir. Þú átt von á fullu húsi hérna á morgun? Alveg tróðfullu húsi. 1400–1500 manns. Líka að gera ykkur eftir leika Tínu Bruslið? Minnst ekki á það. Blessaður maður. Hvað segirðu? Góður sko. Það ekki? Jú. Má ekki inn? Þetta inn. Já, nú eins og segir, það er næst í sólarhringur í leik og stemningin mér er bara góð. Klukkan er núna 10, þannig að tölum 24 tíma frá núna þá er að fara að í sigurpartí á morgun. Það vera svolítið sigurviss því að búið að ganga vel í þessa seríu hjá okkur. Við erum að spila vel, áhorfendur er að smella vel saman og það er bara góða tilfinningu fyrir öllu sem við erum að gera. Þannig að
Ég er bara bjassinn og ég ætla að spáði við bara tökum fram sópinn á morgun og klárum þetta 3-0. Okkur hefur gengið mjög vel með að við stærðina liðinu sko. Og var í smá hræðslu dæmi með það sko að stærðin myndi svolítið hafa okkur í þessu leikjum. En málega við erum þetta er svo fucking hart lið sem við erum með. Við erum engin búðingar sko, þannig að menn leggja sér þvílíkt í þetta og sáum bara í síðasta leik, missum 4 gæði út að það er að 3 stærstu mennin okkar og þess vegna kemur ekki að sök því að það er alltaf einhver gyðingar tilbúin að koma og stíga upp sko. Þannig að ég held bara á morgun að bara halda það frá sömum baráttu, vera með lætin á vellinum og bara ekki gefa þeim neitt. Þeir eru kannski hirða fleiri frá okkur, en við erum að opna svo vel fyrir skiptunum okkar, við erum að dræfa vel inn, við erum að posta upp og við erum bara að gera allt sem við höfum að gera rétt. Góða vörn og Siggi með stjórn á þessu alveg 100% og síðan er bara stúkan grimm sko, þannig að ég hef litlar áhyggjur og ég vona bara að leikmenn verði vel fókusar í leiknum skilur, sé ekkert að hugsa að þetta sé búið, farin að plana sögupartíð, bara komið all in og klárum þetta fucking kjaftaði. 3-0, það er bara good shit sko.